verkefni 7 keimlíkt þessum leik sem við vorum að skoða áðan, en það sem við ætlum að gera núna að birta notandanum 10 dæmi í staðinn fyrir að birta einhverjar tölur sem má finna og þá síðan að svara eins mörgum dæmum eins hratt og mögulegt Það að segja að við ætlum að halda utan hvenær notandinn byrjaði að svara dæmunum, síðan ætlum við að birta dæmin trekk í trekk til notandans, þar til að búa að svara 10 dæmum, hvort sem þau eru rétt eða ekki, og eftir að þau eru búin, þá fáum við að vita sem notandi að við svöruðum 1 af 10 eða 10 af 10 rétt á einhverjum ákveðnum sekúndum og síðan ætlum við að taka í raun meðaltalið af því hvað eru rétt svör per sekúndu út frá því. Og möguleg dæmi eru plus, mínus, margföldun og deiling, en þau eru mismunandi. Plus og mínus dæmin eru á bilinu 1 til 100, sinnum dæmin eru raun bara margföldunartaflan upp í 10, en deilingadæmin með aðeins nánari, þannig að við þurfum ekki að fara að skrifa inn óræði brot. Og þannig að þá það að fyrri talan á bilinu 2 til 10 og seinni talan margfeldi af þeirri tölu sinnum einhver handahófskennd tala á bilinu 2 til 10. Og síðan eftir að þetta búið þá notandanum boðið að spila annan leik. Ef hann gerir það þá það spilað, annars bara hætt. Og það eru gefin föll í scripts.js Þannig að það raun games to play fasti sem segir til hve marga leiki að spila. Þannig að meðan þið eru að forrita þetta þá kannski gott að hafa þetta bara sem 2 eða 1 eða eitthvað svoleiðis og hækka það síðan eftir því sem að þið klárið að útfæra forritið. Hérna síðan villa, þannig að þið sjáu aftur hvernig þið opnið konsolið, sjáuð villuna, farið, fjarlægið þessa villusægð og sjáuð forritið eitthvað keyra og síðan í raun útfærið þetta á svipaðan hátt og við vorum að gera áðan. Það aftur gefið handahófsfall, nema núna tekur það inn 2 tölur, min og max, sem segja þá til hvert bilið sem við erum að fá tölurnar á. Og síðan með þessu leikur sem spilaður frá 2 dæmi spiluð, sem þá í raun bara svona ætti forritið ykkar cirka bát að virka. Mjög skemmtilegt.